Komið þið sæl. Ég heiti Helgi og er aðjúnkt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Og ég verð eitthvað með ykkur í staðlótinu á þriðjudaginn næstu viku. Og þar sem ég ætla að vera að fjalla að fylgjast með ykkur, kynna verkefni. Og svo ætla ég að vera að kenna ykkur eitthvað forystu til félagslegs réttlætis, annars vegar og svo kennslufræðilega forystu. Velta þessu tvennu fyrir okkur á þriðjudaginn. Og það eru komnir inn 2 fyrirlestrar sitthvort efnið og fyrri fyrirlestunin sem að ég ætla að tala sem að þið bið ykkur að horfa á og vera búin að kynna ykkur svolítið, þannig séu inn í málunum aðeins. Það er forysta til félagslegs réttlætis og í þeim fyrirlestri þá byrja ég að taka fyrir svona 2 sjónarhorn á forystu, annars vegar þetta funksjónalíska sjónarhorn þar sem að forystan liggur í ákveðnu hlutverki og hefur ákveðið mjög afmarkað markmið. Það er að segja að tryggja það að skipulagsheildin sem að maður stjórnar nái markmiðum sínum á skilvirkan og hagkvæman hátt. Og svo hins vegar kannski það sem er kallað gagnrýni sjónarhorn, critical leadership. Og út frá því byggi ég svo upp á umfjöllun mína félagslegt réttlæti, skilgreina það hvað meinum við með því, hvaða þættir eru það sem er kannski svo fjallar strúktúra í samfélaginu, það er bara menningu eða stofnar, hvernig stofnanir okkar eru uppbyggðar svo framvegis. Og hvaða er í því sem að hindrar að kemur veg fyrir félagslegt réttlæti og fjallar svo það út frá því forystu til félagslegs réttlætis. Þessi fyrirlestur hann er hálftími, biðst afsökunar á því hvað hann er langur, bara get ekki hægt að tala. Svo er annar fyrirlesturinn, hann er líka bara hálftími, fjallan kennslufræðilega forystu og þá legg ég út frá því sem kemur fram í taliskýrslunni frá 24, þar sem kemur fram að kennslufræðilega forystu skorti í íslensku skólum og sem er svo líka og verið að tala þar að íslenski skólastjórar hafi mikið sjálfræði og sjálfstæði sem er í raun og veru kannski andstöð við það sem íslenska rannsóknir benda á, þannig að við skulum lesa vel íslensku greinarnar faglega forystu. Þar kemur eitthvað upp sem heitir tímaskortur, sem að geti verið ástæðan fyrir því að hér skortir faglega forystu. En í þessu þá fjalla ég hvað faglega forysta, þessi kennslufræðilega forysta er og einkenni hennar og hvað í henni felst og varpa kannski líka fram þar aðeins gagnrýnu sjónarhorni sem að getur vakið vonandi til umhugsunar það. Á fimmtudaginn þá verð ég búinn að gera svona ítarlegri dagskrá fyrir þriðjudaginn, þannig að þið gera ykkur grein fyrir hvernig hann kemur til með að vera og hann verður vonandi sem minnst að ég að rausa eitthvað yfir ykkur en þið meira að gera eitthvað skemmtilegt og spjalla saman og læra hvert af öðru. Þannig að ég bara hlakka til þriðjudagsins, fá að hitta ykkur og vera með ykkur hálfan dag að pæla í forystu. Sjáumst.